en það hefur yfirleitt verið bannað Wukong og Rumble á móti þeim í geimstöðinni sem sem sagt target bönn á Bunsa og Legions með bra. Lúlún bönnuð, þannig að þeir þurfa ekki að hafa mikið áhyggjur af Juggernaut kompinu sem að þeir hafa verið að spila með sem sagt Álfastein á Jinx og Lulu sem support, sem mid toplaner. Þannig að Poppy grunar að það sé placeholder. Gæti verið, eða þá þeir sé að taka fram eitthvað frábært í þessum síðasta leik. Það verður aðeinslegt. Sko, heyrist fyrst í okkur, heyrist fínt í okkur og heyrist rétt svo í okkur. Já. Skipta skoðanir. Conflicting. Hvað segir þið? Við erum allt í botni og heyrist ekkert í ykkur. Við vorum búin að græða þetta. Og er þetta að setja boost á hann að gaura eða eitthvað? Það er ábyggilega hægt. Hverju hérna? Ég skal bara fikta, skjáta þú þótt að enginn heyri þess. Já, ok. Þetta eru samt pick sem við höfum verið að sjá svolítið oft. Sosa Salad á Elise. Mann reyndar ekki hvort það lýsir sem hvort ég hef séð hann spila Ari. En við höfum séð Álfastein á Jinx núna nokkru sinnum. Já, Rockaholic, hann spilaði mitt Shen í síðasta leik á móti þeim í hvað hétu þeir áttur í leiknum undan þessum? Forrett. Og það gekk bara helvíti vel, þannig að það er aldrei erfitt nema að það muni bara ganga vel núna. Ok, fyrstu mitt er eitthvað að gera. Ok. Við erum búin að boosta okkur. Þetta er strax skára. Já! Heyrðu, við fáum að sjá Ólaf fyrir maður, ég elska Ólaf. Já, það er búið að targeta Ólafinn hjá Bunsa. Já, target banna, já. Fyrir ekki, myndir það. Fyrir þá sem að... Já. Og... Gæti við séð Shaco. Djöfull var ég til í eitt Shaco. Það er enda möguleik að þeir getið tekið Ólaf support. Nei, getið tekið Jónu. Lemonation er nefnilega búin að vera að spila nánast bara Ólaf support. Já, ok. Sínustu daginn eitthvað. En við fáum ekki að sjá Shaco, við fáum að sjá Sivunu í staðinn. Og við fáum líklegast að vita hvaða placeholder Poppy hafi verið. Já, spennandi að sjá. Núna reyndar er stór spurningin. Munið þið banna rétt í þetta skipti? Já, það er spurning. Munið þið segja TSM sucks eða Silky rocks? Góður brandari. Svona í alvöru samt. Takk, satt. Þannig að ég held að þetta sé það lið sem að segja rétt, það muni vinna. Það sem mesti kraftur í SKT. Já. Já. Kemur ljós, segi ég bara. Þessi ekki. Já, við erum ekki ennþá komnir í eitthvað slaga þetta. Svona, betra. Já, þess að eitthvað er búinn að stöka klósettið. Við erum að býta því. Munukrakkar farað á klósettið áður en þið spila töluleiki. Það getur sparað eitthvað tíma. Já. Og mikil óþægindi. Það er eitthvað að gerast. TSM. Það kemur hann TSM. Það er að hugsa sig vel og vandlega áður hann bannar út í loftið. Já, hann vill ekki... Hann er að fara að skrifa sucks. Ó! Oh yeah! Þetta er mest spennandi dótið við að vera Champions Selection.
Næstu við strímum saman þá þurfum við að vera í CLG TSM treyjum. Já. Þetta er að taka ekki tíma. Hann er að finna úrgóttinn sinn. Hann á kannski ekki úrgótt eða eitthvað. Þú veist, hann á ekki neitt sem byrjar á U. Pottið. Nei, já, ok. Hann segði að má banna alla sem hinir þig, ekki hvað hann var. Auðvitað. Sorry, ég monguldi. Að poppi í bannið. Nei. Xeraðinn, að sjálfsög. 2 stig fyrir bæði liðin. Koma þessu, vandanum. Þeir eru bæði sigurverðar í mínum. Hvernig sé þessi leikur fer? Og það er spurning hvað þeir taka þá í staðan fyrir Poppið. Poppy. Já, þetta vissum við. Viktorinn. Athyglisvert. Já, taka það í Legions og hann fær Ari í staðinn. Áhugavert. Já. Viktor er búinn að gera það opaslega gott á þessu móti. Já, hann er búinn að vera líka að koma fólki á óvart, hvað sem mikið burst hann gerir, sko. Allt í einu er fólk bara í hálfu HP og svo bara komum gráskjár, bara allt í einu. Bara Viktor does damage. Yes. Já. 30 sekundur þess til við fáum að sjá Summoners. Já, við erum náttúrulega búin að sjá þá, en þið viewerar fáið að vita eftir smá stund. Já, það er 15 sekundur þar til að þið almúginn. Almúginn, já, líðurinn. Við erum að líka sjá hérna Cleanse á Viktor. Við vorum að tala um það eftir. Ekki að breyta miklu. Nei, en ok. Viktor er og þeir breyttu Summoner. Sassador breytti Exhaust. Ok. Ég vil búin að spoila hérna allir og þá voru þið bara, nei, við þurfum að meina. Er Viktor í mínu liði með Exhaust? Nei, Cleanse. Nei, þetta er sko, þeir vita núna að sem er Cleanse, þannig að við vitum að breyta. Já, meinar. Nei, ég vil meina að Twitch-laggið hafi hérna, Jú. við laga þetta. Bókað King Vívill. Já, segðu til. Það gæti verið að hitlið sé að horfa á streamið og þá sjá þeir sömmunarana í hinu liðinu og þá vita til dæmis að Viktor sé með Cleanse, sem er svolítið skrýði, en ekki það að þeir sé eitthvað að fara að breyta sömmunum sínum út frá því, finnst það mjög ólíklegt. En hérna, eins og þú vilt vita hvort að hinn toppleinurin sé með Ignite eða hvort hann sé með TP eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, sko, nú er myndavélum okkar ekki svo stöðasta. Hægt að bæra í borðið. Nei. Nice. Hæ, jarðskjálfti! Já. Eða hvort það sé hinur að púleika með tvö smite eða hvort að toppleinurinn sé að taka smite eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það er. Eða svo gerð þau sáum að annar liða með 5 smite. Já. Það er ágætt að vita því. Einmitt. Og það er svona felum við. Já. Admin og horfa á? Ok, ég vissi það ekki. Jájá, sniðugt, flott. Við ætlum samt bara að halda þessu áfram. Já, þetta er góður vani. Og þegar það geti verið að einhverjum meta þá, sem sé svo bot, þú veist, kannski hvort að Sarsótt sé að taka Exhaust eða Ignite eða eitthvað. Hvort að Adjikarinn sé að taka Cleanse eða eitthvað. Oft gott að vita. Jáp, einhverjar spár með þennan leik? Ég veit það ekki, sko. Það verðist eins og þeir í töludex séu svolítið svona prófi, svolítið eitthvað nýtt. Þeir eru með Sivönu sem ekki sé mikið áður. Sarsótt er náttúrulega bara átti stórleik á hérna Alistar. Desulul, hann spilaði Viktor daginn og já, Rogoholic, ég veit ekki hversu oft hann er bara að spila Shannon en ég sá hann að spila hann áður. Hann hefur verið svolítið að róteta. Já,
Shyvana og Elise eru núna báðar ansi sterkir junglarar. Verður áhugavert að sjá hvað þeir geta gert. Já. Svona, við náum notið sín. Já. Glæsilegt. Og það eru 4-3 í skinnum. Það lítur allt út fyrir það að Tölvutek sé að fara að taka hennan leik. Og þeir eru líka með Borders. Já, svona, nei. Ok, ég myndi kannski ekki segja það. Nei, ég myndi kannski ekki segja það. Nei. En þarna... Já, það er gott fyrir að vinna skinnleikinn því þeir náttúrulega eru byrja 1-0 undir. Já. Eða 0-1 undir. Þannig að þeir þurfa allan advantage sem við þurfa. Alltaf advantage. Mitt. Já. Kannski þetta, já. Kannski þetta. Ég er samt ótrúlega spenntur fyrir þessum Ólaf. Ég bara elskar hann sem. Hann bara lukkar bara eitthvað svo broken. Getur bara últið bara og bara dreipið fólk. Það er lítið sem getur gert í því. Jep, broken jump, broken bunsi. Já. Gætur áhugavert. Ákveðlega. En hann, hvort að Teddy sem var að tala hann væri sem sagt svolítið fyrir að taka hann í split pushi sko. Þannig að hann væri einmitt, þetta er mjög mikið að split pussa þá vantilega vonum við vona fólk. Já, kemur mér ekkert óvart. Hann vinnur yfirleitt henni sín. Já, hann hefur verið að gera það frekar hart og mjög consistently. Það var spurning hver hjá þarna Tölvutek myndi ná að stoppa. Já. Þetta sé allan ekki sén. Kannski Shyvana? Ég veit það ekki. She will try to stop Bunsi only if she wanna die. Já, laumum einu börni til að byrja þetta. Svo sitjum við hérna í þögn að skammast okkar. Já, við reynum að skammast okkar. Já, þeir ætla fyrst að byrja á double golems. Alltaf gaman að því. Deila hérna jungle sínu, bróðurlega. Og Shyvana byrja hérna á golems. Já. Ein og óstudd. Ég hef líka tekið eftir að mér finnst örlíkið með hjá þeim vera heldur skemmtilegt hjá þeim í game stöðinni. Sérstaklega hana þegar Bunsi proxyaði. Til þess að þetta næja heilu veifi. Já. Áhugavert. Sýndist. Ég veit ekki alveg hvað var að gera þannig, hvort hann hefði bara böggast við turretinn. Nei, Bunsi byrjar alltaf leikið sinna á smá dansi. Mér líður eins og sé að tyggja eyrun á mér. Ok. Er það gott? Er það slæmt? Þú kannski færið þig örlítið frá bara. Sitja bara, höldum okkur aftur bak. Geta ekki. Ég get líka sko, þú veist, þegar áðan var vandamálið að það heyrðist svo mikið. Nei, heyrðist svo lítið í okkur. Þannig við hækkum alveg í botn. Þannig að... Já, pásuðan til gangi. Mér fannst þetta Bunsi ná að losna. Það er spurning hvort þeir treysti bara það, annars verður þetta væntanlega remake. Já. 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 Hann er frjáls. Athyglisvert. Helviti gott. Heyrðu, Sós og Salati mættur. Já, mætt. Það er... Já. 100%. Heyri mjög fínt. Það var ekki hægt. Ok, heyri mjög fínt. Ok. Flott, glæsilegt. Önnur pása. Spurning hvað er að gerast. Ræðið er hérna laumu nörfa Bunsa. Já. Þeir eru að upplota patch.
Yes, Hvað sir. er að gerast hérna, sko? Við bara chillum. Já. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst, sko. Mér finnst einhvern veginn eins og þeir í tölvudekk hafa alveg ágætis line-up, sko. Það minnst þessi, þú veist, Ólafinn heit ekki með teamfights, þú veist, hvort að þeir geta bara fókusað hann með, þú veist, með börstunu frá Viktori. Það getur verið nóg að drepa hann ef að Bunsi ætlar að fara svolítið damage, eða hvort að hann ætli bara að spilbúsa alltaf tíma. Já, ég hef meira vona því að Bunsi verður bara ástæðandi Legions geti hérna dassa inn út eins og hann vill dálítið. Já. Ef hann er að dodgea Sjan vali. En ég ætla alveg að vera með gamestöðunni í liðinu. Já. Þá er ég með tölvudekk lið. En þá voru þeir líka með fleiri skins. Þannig að það fyrir eitthvað óvíslega þeir séð að fara að vinna. Já. Bunsi pussaði frekar öllu og kom niður djúpum vörn. Já, er nokkuð örgur. Jöp. Þannig að hann er bara að fara að vera hérna að hanga og sjá inn í törni. Já. Róli heit bara Sívan og Elísa farma. Það verður sem að Hyperactive hafi verið að missa svolítið með að sé þessi. Eða þá hvort þetta hafi verið út af ganginu þannig sem kom snemma, en hann er búinn að, hann kom alveg þó nokkuð undir, sko. Já, við sjáum hérna að Social Salat er að pinga litt. Lýsars er búinn að nota tjarnum sitt, en Social Salat var ekki í stöðu til að... Gott tjarn. Ég held að það hafi verið að vera blind. Já, hún reynir að hoppa á hann. Virkar næstu því. Já. Er gamestöðin samt til í alvörunni eða? Hún var til. Já, hún var til, sko. Ég held að sé ennþá til. Heldur þú segja það til? Já, Ok. kringlun eða eitthvað. Ætli séum í alvöru hérna... Ég ætla að giska að já, ég veit ekki, þetta er sponsor, held ég, styrktaraðili. Ok. Gamestöðin, frábær staður, kaup alla minna töluleiki þar. Eða Steam. Það er annarkort. Hún er í smárunum, komin aftur. Komin sponsa. Já. Gamestöðin, bestastöðin. Wow. Það við sjá til. Ó, Bunsi! Þú klikkar. Bara aðeins að láta það róka hóli. Hver á þetta topni? Djúvill er hann komið með langt yfir í CSI. Jáp. Vá. Spurning hvað hann vill gera hérna. Reynars er að pússa inn. Já, hann sjáur þetta bara. Já. Ég meina auðvitað tölvutek, Frábært. frábær staður Já. og Algjörlega. alltaf þegar ég er að fara á Dominos niður bæ með Máttu Dúðu hend, stoppa fyrst í tölvutek. Og borða Doritósið mitt. Já, og sita hann út í horni í símanum í spilið quiz-up. Erum við bara að landa fyrir þetta? Hvað segir þau? Ekki neitt, við segjum ekki neitt. Bunsi er enda topp og einfalda með nógu mikið sustain, náttúrulega með endurless pots og flask. Þannig að Þau líkt dodge á Desolol. já, við erum nú bara Legions skaut undir lofti. Já, þetta var sidestep king. Já, fyrir ekki, hann er Duke Master. Já. Komum núna upp til 6, spyrum hvort það getur fara að gera eitthvað. Já. Bunsi TP á lane Það með er Fates. öll lane bara frekar mikið að vinna nema hvað junglin er bara frekar langt eftir á. Já, náttúrulega sé hana með þarna Face Blazer, held ég? Það eru 10 lane eða 13 CS top, svona 8 CS eða svona 20 CS á solo lanes, en samt er gullmunurinn alveg nýjafn og það er líklegast út af junglin.
Já, Shyvana Karita og Mike Bitt, mistum að því. Bara svona vinarætt trade á milli þessi tveggja liða. Tveggja. Ég fór eins og í tölvuþegg og keypti mér þarna EVE Online Collector's Edition það sem fylgdi með account. Þannig að jú víst. Það alveg töluleik hér, ef þú leitir þau. Nákvæmlega. Og fylgjur örugglega skjákvöldum. Já, mæli hygglust með að kaupa skjákvöldar. Frábær. Þeir verðast eitthvað að ætla að labba að dreganum. Þeir eru byrjar á dreganum. Nimmo komin í hálft HP. Nimmo er komin á level 6, Social Salad er ekki komin á level 6. Desilul hins á level 6 og menna Lísum er bara komin á level 7. Já, þeir stoppa þetta dragon attempt. Áhugaverð til fengu ekki mikið fyrir það. Það er bara aftur í lane phase-ið. Já, ég vil fara að sjá hérna einhvað gangbottom með flash Alistar playi eins og við fengum að sjá hérna í leikina fyrir dag. Jöp. Shyvana er núna komið með Devourin sem gera hann svona sterka í þessi batch og hún er bara að fara að reyna að farma eins og trillt. Og ágæti straight hérna hjá þeim topp. Já. En Bunsi gerir nú pínuska. Desolos virðist vera að sparka Lísons með bara út úr leininu. Lísons bara ennþá með ultið sitt. Þannig að en hann þarf að færa burtu. Desolos er búinn með mana. Svo Salad þarf samt að passa sig á þessum minions. Og þá er Nimmo mættur með, hann bara flassar. Nennir ekki svona, nei, jú hann var með ultið sitt. Já, meina, þú veist, bara stelpunkt. hví ulta þú getur flassa. Nákvæmlega. Og reyndar hann er mun sneggri. Já, sjálfsög. Kannski. Ég held að það sé bara að hafi verið mjög sniðt hjá honum að flassa sko. Það er bara virkilega vel spilað. Hann búinn að vera í junglunum allan tíman og í sínu fyrsta gangi kemur hann og tekur first blood. Já. Talandi efficiency. Núna verður gaman hjá honum því að náttúrulega Shyvana klírar óbúslega hratt en getur bara að kaupa þess að skemmtilega items núna og fara að vera mikil fólk. Já. Það er ekki gaman hjá Rogue. Nei. Bunsi komið 20 síðan undan Ái. og er bara að harassa hann endalaust. Já. Rogue neyðist til þess að spurning hvort hann ætli að TP á topp en hann er náttúrulega með ultið sitt þannig að hann getur hjálpað Kemur? hann TP-er. Yes sir. Desolol að harassa Legions aðeins. Legions er bara að fá bolla á þetta. Þannig að þeir geta að farma hérna í frið. Já. Shyvana verðist eitthvað ætla að kíkja á dregan, já. Já, það er ekki vision á hann og hann bara kannski ekki kemst upp með það verðist engin vita af þessu. Jep. Easy. Þetta var frekar auðvitað dregi fyrir Töldegg Black. Þetta er svona bara aðeins að snúast þeim hægt og rólega. Já. Lísum með það lappar eiginlega bara í laserinn. Jep, þessi Death Ray er fann að gera frekar mikið skam. Og já, Bunsi bara ógnar endalaust. Já. Wow. Gott vision control hérna hjá Töldegg, mikið af pink boards. Já, frekar lélegt á geimstöðinni, verður ég að segja. Já, eiginlega. Það er bara svona defensive lane mods. Ná að klíra allavega smá. Já. Nei, ok. Alltaf. Reynda að Viktor reyna rétt hjá. Þannig að ekki verður að ná pink í stafri degja. Þeir eru mitt konið með 3 pinkkorta niður, þannig að... Getur við. Já. Frábært. Sidestep, já, Desolol.
Nemo mættur, últið inn. Það sjálfsög ekki með fast sitt og lítið sem bráða vill þessu lol. Og þeir treyta eitt fyrir einn. Já, hann er svolítið skrítið plass, hann. Það er náttúrulega með Shen, Já. últið. Reyndar hefði ekki... Vá! Aldrei einu sinni í takt. Nei, hvernig liðir turtunum topp? Honum líður ekkert rosalega vel. Nei, Bunsi er ekki að haga sig vel. Nei, þeir eru að... Já, þeir eru alltaf að splittpúsa þetta og þarna jafna gullmunni bara með einum turni. Yes sir. Og svona kannski leiðanlegt að öll killin fyrir tölvutek eru á Nemoi. Já, síðunum. einmitt. Karriðarnir eru dálítið eftir á. Já. Og þeir eru eftir að þurfa að díla við þennan Ólaf sem er að skrýta dálítið langt áfram í séri. Hann er bara út um allt. Já. Þá kemur bara Shyvana og Viktor og one-shotana. Það er bara svo leys. Já, frábært charm hjá Legions með bra. Gott róm hjá Bunsa. Bunsi fann að gera, hvað, 210 true damage. Ái. Já, ekki gaman að vera Viktor. Nei. Góðu charm líka bara frá Legions. Já. Þetta charm. Eitthvað gott. Falleg exi hjá Bunsa. Já. Já. Bunsi kom með 2 kills. Ekki með öll að banna hennar mann út. Nei, hann virðist alltaf bara... Já, bara... Hann vill ekki tapa í þessu móti. Ég er ekki sannfærður að Bunsi geti tapað. Nei. En já, ok. Ég frétti reyndar að þú hafi náð að drepa hann samt. Það er reyndar... Eða í gær. Hann vildi endilega fá að bærast eitthvað á mót okkur kasturnum og við gerum nú þann greiða. Svo drápaði hann örfansinum. Já. Hann gaf hann leikinn í lokin. Já, nákvæmlega. Þú veist, við erum ekki að móla hans, Nei, móta ekki búið. Þið er náttúrulega ekki að spila þannig að ykkur alveg saman þetta, þú veist. Nákvæmlega. Sé brotin eða ekki. Já, þú veist. Við sjá, Viktor er að róa bort, hann Desolol. Spyrum hvort það verður ekki að fara að brute force eitthvað hérna, en hann ætlar að lafa ekki træbröðsinn sem er orðað. Já. En, já, lít sem er bra er hins vegar að mæta líka og það er TP frá Bunsa. Charmið hittir ekki. Og það er TP frá Shen líka. Já, kemur út í ekki neitt. Já, gerist nú bara heldur lítið þarna. Brenna flassi hjá Sosa Salt. Rockaholic var ekki með ulti sitt uppi. Þannig að... Já, smá skörmis sem endar bara voru litlu. Já. Gullmennurinn rétt rúmlega 1000. Já. En þeir eru með fyrsta dregan. Þannig að það er einhvað. Hvernig liði turnunum hana? Er hann að... Já. Molnar fyrir framan auga okkar. Já. Jöp, 1 turn móti 0, miðturna hrynja og turnanir hjá gamestöðinni hafa nú bara frekar gott. Já. Það er spurning hvort þeir geti bara að redda sér gulli með þeim. Já, alveg. Já, í rauninni þessi gullmunur liggur í rauninni í þessum turni sem að Bunsi tók. Jöp, Bunsi bara sér þetta. Já. Já, það er þetta rétt þér. Viktor Börstið er hryllingur og Shyvana gæti alveg hjálpa til, en... Svo ég er bara óskum hræddur það að þarna Bunsi pápið ulti og spóli í þann sem langar að drepa og drepa. Já. Einmitt. Hann er að fara líka nokkuð tanki. Hann er að fara hann að kálið, eða hvað sem það heitir. Spætturs kál, kófl, eða hvernig sem þetta er sagt. Þannig að hann getur verið alveg, já, hann getur alveg tankað smá. Bunsi er hann að læra hann að deyja þegar þeir eru að fókusum. Lýs með bara stekkur í burtu en hann deyr.
Vá, frábær bardagi hjá þeim í tölutek. Wow, með síðan þessum síðan. Vá, heyrðu, getum við fengið að sjá þetta aftur? Bla 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 bla. Þeir byrja á dreganum. Shen últjar Nimói. Þeir eiga miklu á hann. Bunsi fer í hálft HP. Svo fara þeir og ná þarna 3 manna knockofi. Frábært hjá Sarsaldor og þá fóru þeir bara hérna í últið og reyðin hjá Desulol. Þannig að virkilega gott. Sarsaldor enn og aftur að standa sig eins og hetja. Yep, MVP og þeir taka líklega smiðjutörnin og botnumtörnin líka. Já, ansi mikið syng fyrir þá. Vá, þannig að þeir eru komin með 2 drega, 2 turna og hvað var þetta, 3 kills? Eitthvað þannig, jafnvel 4. Já. Starfæði. En já. Jesus. Vá, þvílíkt swing. Ótrúlega gett þeim og náttúrulega Sarsaldor nokkuð yfir í Viktor Flash ulti á 3. Mitt. Og örugglega boomeranginn frá Hyperactive, þannig að þetta hefur verið einhver... Jöp. Það hefur verið ágætt spörst hana. Og Bunsi hann var þarna inn í Dragon Pitunum, búinn að missa hálft HP. Þannig að það var... Þetta er spennandi. Getur en það. Allt gerst. Spurning hvort að Álfarsteinn fara að hrökk í gang. Já. Það er báðir AD-karnir með nákvæmlega sömu item. Þannig að þeir eru nýjafnir. Bunsi dó, já. Já, það bara gerist. Getur gerst. Þetta er auðvitað patchin sem að Riot sett inn, sko. Riot Bróður situr framfyrir hann og hristir hann reglulega. En já, það hægist dálítið á leiknum aftur. Já. Spurning hvernig gullmunurinn er núna. Frekar jafn á lanes. Þrátt fyrir allt aðeins gullmunurinn í junglinu en þá. Já. Það er bara 2000 gull bara þar. Þetta er ótrúlega munur maður. Síðan er komið Rune King, hún er að fara að gera mikinn skada og getur auksanlega bara hakkað Bunsa núna. Já. Veit ekki alveg hvernig það fer samt. Hún er að fara að gera ansi mikið af þarna prósentu skada. Þessum Rune og Devourer. Já. Og þeir eru byrjar í Baron. Þetta er ótrúlega. Það er með enga vorta. Það er bara með enga vorta eða bara á efri hluta af mapsins. Og þeim grunar þetta ekki eins og. Nú er Nimói byrjar að gruna eitthvað. Getur hann verið hetjan? Ætlar hann ekki að voru? Hann er bara í eins og. Já. Ok. Já, þetta var út í dregi. Nei, Baron. Athyglisvert. Virkilega vel spilað. Ætli að verið Bunsi sem að kóla þetta. Maður yfir þetta að hann sé ekki bara að karja toppleinið, heldur að karja shotcallið og... Algjörlega. Þetta var bara frábær kól. Vá. Og bara töldaði blakka þeir ekki dottið í hug. Já. Þeir voru að spá í þessu. Nei, nákvæmlega. Og spurning hvað geta núna nýtt þetta bara Buffy. Já. Ekki svo mikið munur á liðunum. Vá. Leið og Töldek voru, konum með gott lít, þá bara það geti verið hrussað þeim hér núna á einu Baron Collie. Jöp. Janna er búinn að klára Talisman. Og lítur út fyrir að Alistar sé að vinna í Righteous Glory. Þannig að konglánar tóku hérna bláa buffið af Legions með bra. Smá klúður. Jöp. Séu hann mættina í topplunnið. Já. Bunsi ekki með wards. Nei. En hann virðist einhvern veginn hafa eitthvað 7. skilningavitið og hérna wardar. Vittu nú við. Það er bara eins og hann víti í sverða, sko.
hann alltaf hefur ekki séð neitt í svolítið langan tíma, þannig að hann lítur baka núna, Já, sér bara sjenn út á botlein. Já. Ég veit að því að chilla. Já. Og fer á ferðalag í kemur skóin. Já. Og spottaður, pingaður. Eða það ekkert sem þið geta gert. Nei. Sjóan farinn. Rosalegt orðleysi hjá geimstöðinni. Já, ég alveg sammála. Þeir með þannig bara í töluleik að þeir eru duglegir að nota og duglegir að nota pinks líka. Já, með þessu barmanni þeir að slátra törðuru. Já. Og við erum núna búin að jafna Shen ult hér. Álfasteinni kominn. Þetta, frábært stönd. Og sé ekki hérna, Bunsi hérna að deyja. Svo Salat hjálpar upp í luftu með ekkert hoppi. Sarsator verður charmaður af Legions með bra. En þetta verður bara að vera 1 fyrir 1. Núna, hvað Desulov lifði með lítið HP. Það voru bara allir að deyja. Álfasteinn lifði með ekki neitt. Það var allir bara í engu HP. Þetta hefði mjög öðlega getið bara svingað aðra ykkur leiðina. Jöp, káði þessu bara daginn. Já. En þetta er enda á því að þeir í geimstöðinni taka sinn fyrsta drega. Þetta er mjög kaotískur. Já, það var eitthvað. Fram og tilbaka. Ringulreið. Bunsi djúpt í nóðanrið. En lifir af samt með ekki neitt. Og leikurinn ansi jafn. Já. Nú er ég mjög ánægður að þetta hafi ekki verið bestur að 3 út eða ef að þeir í geimstöðinni vinna þennan leik þá hefðu þeir bara verið búin að vinna. Nefnilega. Þetta er best út 5 þannig að við fáum að sitja henni smá stund og njóta. Þetta eru 2 frábær lið sem að geta eitthvað í þessum leik. Já, þeir eru ágætir. Kaotísk ringulreið, já. Og þeir neyða hérna ekki neitt af Ari. Sýndist, Ari verðist, já, hún ætlar að útlega í burtu. Ég fannst það, berandi fyrir það ekki á hring. Jó, komið smá kraftur í tölutek. Já. Og virðast að reyna að króa Bunsegin af. 7. skilninga við þig. Jep. Nú spilum hvort við fáum annan skemmtilegan 5 og 5. Já. Það var eiginlega ekkert objective sem þeir verðast vera að spila upp á heldur en einfallega frábært flash hann klensar í burtu og hann hoppar upp með ekkert HP. Desulov með þarf að passa sig, hann Bunsi þarf líka bara að passa sig en frábært ulti hjá Halla. Nimói verður slóaður og þeir deyja. Hann bjargar Bunsa en Hyper er svo lár, fallegt, virkilega vel clean uppaði hjá með frá honum í, lítið sem hefur bara. Þetta er ace. Jöp, eru gripnar hérna, ná ekki að sleppa og eru bara drepnir 1-1. Einmitt. Og Bunsi hendur sér yfir barónvegginn til að lifa. Já. Það er samt, einmitt, hann flassar, kakúnar, Desulov klensar. En svo er Bunsi mættur og hleypur bara í hann. Og leið og hinn alltaf að reyna að counter-engagea þá kemur frábært ulti frá Halla til þess að stoppa það og svo snúa þær aftur. Þannig að helviti vel spila hjá þeim. Þeir græða hérna 2 turna og innhimp. Já. Og svo, útreikna og 5.000 gullmunur, skyndilega. Já. Baron kemur upp eftir 40 sekundur. Já. Já, ég veit ekki alveg, mér fannst eins og Sarsator hafi ekki kúað. Hvort hann hafi kannski bara búið með mana eða eitthvað. Þegar hann sparkaði Bunsa hann yfir vegginn. Því að þá hefði hann náðið öllum 3 hundi í knock-upi, sko. Já, spurning. Kannski var hann að reyna að
targeta annan karriðin. Já, ég myndi að píla, ég veit ekki. Jöp. Já, það er bara að vera að preppa fyrir Baron. Baron, já. Þeir eru konar með 6 turna. Og... Ekki, já, ekkert vissin að lengur. Það er einn orð inn í Baron-bit sem þetta er að taka. Já. Þeir ætla að pressa topplane. Shen er bottom með TP og últið sitt. Þannig að hann ætlar að halda fram að splittpúsa. Álfasteinn er ekki með flassið sitt, en Hyperactive er með flassið sitt yfir. Og Desilol líka. Þannig að þeir hafa flass advantage. Þeir eru allir með flassið sinni uppi og þeir bara 2 með flassið sitt. Og það eru einmitt Bunsi og Halli sem eru með flassið sinni uppi. Það þarf að vera svolítið, já það er að passa sér svolítið. Það var heldur ekkert exhaust heldur. Sem það er bara að koma. Virkilega flott. Lísum við bara er í svoleiðisunni, nær últiði burtu, Desilol. Svo mikið damage, Bunsi fyrir án. Salsadorinn, allar hann að kasta hérna að píla. Gott tont frá Rockaholic. Og já, þeir fá Baron. Þannig að sjá þetta einu sinni. Þetta var Já, það kom smite frekar mjög snemma. Já, við virtist koma mjög snemma þetta smite hana. Hvert fóðu að gagnrýna? Já, þarna fáum við smætið og þarna kemur smætið aftur. Nei. Jú, það ekki. Þetta var Sivana sem smættir held ég. Þú líka núna. Já. Smætið þig. Ég passa frá. Hendi sér yfir. Og smæt fyrr, þetta var hún. Var þetta hún? Við Sósusalat ekki með smætið. Hún var ekki með smæt í þessum bara. En það ekkert mikilvægt að hafa smætið uppi. Nei, hver það smæt á barafætt. En hann samt smætar miklu fyrr og svo últjar, hann tekur með últinu. En útreinar. og náttúrulega frábært últi á Desilol. Álfasteinn er þarna út úr bardaganum, Hyperactive kemur svo og klínar þetta bara helvíti fallega. Þannig að þeir, já, hvað, drepa 3, missa 1 og taka Baron. Já, ná að klíra hérna, zoominu svo mitt. Drekir, alveg að koma upp. Þeir fá krabban. Það er TP-að. Afsakið. Við fáum að sjá þetta einu sinni enn. Það er samt eiginlega ekki meira, heldur bara þeir TP-a, Shen er þarna. Já, þeir eru aðeins og seinir. Og ekkert gerist. Nei. Búðin jafna gullið eru með þarna barabæðið. Já, pínu klaufalegu fætt. Eitthvað byggs communication eða bara... Já. Ég veit ekki alveg. $21 kill eftir 30 mínútur. Kann að meta það. Já. Hvoru liðin er eitthvað að spila eitthvað safe. Þau ætla bara að drepa. Það er besta liðin. Besta liðin og eina liðin. Þú ætlar bara Doritos á streyminu, en það er Doritos frábært. Já, frábært snakk. Gott með Mountain Dew. Já. Sérstaklega þegar þú ert að spila quiz-up. Þeir eru nú reyndar að siege á bottom meðan Shen pushar bot og þeir eru að taka hann yfir tag 2-30. Spurning hvort þið getið forsaði hann inhib. Já, nú er hann ekki með stunset upp hann Desilol og með frekar lítið mana líka. En þeir hopp inn. Frábært ultimate frá Halla. Sparka Nimmo í burtu. Bunsið hleypur inn, er að hlaupa til burtu. Nimmo er hérna einn á móti nokkrum og verður drepinn. Sælstór nýpan að... 5-man ulti, en það er enginn sem getur gert neitt. Hyperactive lendi þarna í Cocoon. Desilol var í baseinu. Það verðist eins og þeir getur mögulega að klára þennan leik. Og svo svona þetta kom sér aðeins langt upp burtu, Bunsi.
Og ég lýsa með bræði búið með mana. Þessi krydd. RNG god. Það ekki allir sem geta kreitað svona. Nei. Þeir virðast alltaf taka leik númer 1, stig númer 2 í þessari viðureik. Já. Jöp. Já. Ná að klára. Vá. Áhugavert. Mjög áhugavert. Það var svo sárt að sjá að Sarsótana er að flassa og nokka aflöðu á sama tíma og Kokúni frá þar. Nákvæmlega. Í loftinu. Svo satt hittir Hyperactive. Og Desulol var í beisinu sem að hefði líklega getað náð mjög falluðu rey yfir alla og boomerang yfir alla. Og það hefði mögulega getað breytt þessum leik, sérstaklega með 2 offenni hjá Sivir með plus static Siv og ég veit ekki hvað það. Já. Svona. Næsta leikur hlýtur bara að fara bráðum í gang. Yes sir. Þannig að við ætlum að taka örstuttu pásu á meðan það gerist, en þeir eru bara að gera sér tilbúin og koma sér í lobby. Við komum til smástund.
whispering, begging me to find a clear answer, undefined. An unexplained desire to run to you, a demand, a hunger I won't lose, an enticing yearning for you, for you. So show me the nights I dream about, and gently let my illusion shout. Calling out to me through tainted eyes, consuming every power inside. A presence, a being I ignite. I So show me the nights I dream about, and gently let my illusion shout. La muerte sufro, pero este sufrimiento me hace sentir viva.
Jómi. Heyrðu, frábært. Já, við erum komin í gang. Ég komin á klósettinu loksins. Já, wow. Var það ekki? Svona, frábært. Já. En það er tekað bann og það er Wukong bann sem kemur okkur ekki á óvart. Fá að sjá meðaldum Arðsson. Ástæðan fyrir að ég var á klósettinu. Heyrðu, það er Wukong. Já, það er sjálfur Gotis mættur til okkar. Já. Að kasta. Við getum nú alveg þjappað örlítið. Svo, Kom í hérna. Er ég ekki töflutúrst til að segja hvernig ég er? þú færð hérna penna. Það er skrifa náttúrulega sjálfur. Já, þú ræður hvað, þú hefur tólinn í höndunum. Nei, neðar. Neðar. Já, þú veist. Tekin. Já, Bans Nittali í bennu. Já. Römbuli bannaður og fá að sjá Lulu eða hérna. Ég var nú alveg til í Jinxið frekar Jinx-bann. Koma svo, Jinx-bann. Og pekar svo lúrum. Það er fyrir bannið, það Fuck er... Lulu. Lulu er bara... Þetta er áhugaverða banni. Til þess að buffa Jinx. Lulu getur ekki neitt maður. Nei, sjáum hvað ég gera hérna. Nú er þetta allan tíma sinn, 5 sekundur, 4 sekundur. Við erum að hlusta á streamið. Það er Jinx-bann, heyrðu. Úff. Það var leiði hérna á hurðinni hjá okkur. Þess að... Jinx-bann. As expected. Algjörlega, svo bannaði Lulu. Svo bannaði Lulu. Það eru 3 topplane bans. Og nú spurning hvort þið vilja taka kannski Gnar topplane. Gunnar topplane, já. Nei, það er Alistarinn. Sarsador ætlar að Já. taka Alistarinn og En setja... eru hinnir að... Halli hefur bara alltaf spilað í Jönnu. Ég held að þessi bara búinn að spila í Jönnu, sko. Hann vil spila Jönnu og ná góð KDI, sko. Já, ég ætla að snýtt. Er ekki einhver verðlun fyrir það? Jú. High five frá Siggo. Frá hennum eina sanna. Herra, það er Sarsador og Alistar sem er... Það er alltaf gaman að horfa á það. Já. Sarsador er náttúrulega rosalegur á sinni seppiðinni. Hvað, temma þetta það? Jó. Þú ert að klikka það með þér. Hvað er það að skrifa það? Það er enginn miskun hér. Tekin. Það er bara power trip í gangi hjá Siggo. Það er bara svo leiðis. Já, Við það fáum er Gnarri. Gnarrikið Já. og Viktorinn sem er mjög kontestið. Já, Viktorinn maður. Það eru hvað, átti ekki Desulóti góðan leik á hann mann og... Jú, hann átti góðan leik á... Legends búinn að vera að eiga frábæra leiki á Viktorinn. Já. Svo fyrsta leikna það sem hann eiginlega... Já, hann bara... Vann leikinn fyrir að með hann að early playinu. Jú. Þegar hann kom botlinu aftur í gang. Það var ekki að móti mitt... Það var móti hérna... Tölvudekk. Já, þá var hann hérna... Orion að mitta ekki. Já, árið hann mitt á mótunum. Þannig að sjáum hvað þið vilja taka á millinu á mótunum. Spurning sko... Já, Jinx er alltaf bönnið. Já. Þannig að það er jungle bygginn. Spurning hvort þeir eru að vera að taka í lýs mikið. Já. Ég var til að segja Gali og mitt. Æjæjæj. Þegar það er 6. Það er ekki svært. Henda bombum. Hann ætla bara að henda bombum og ekki láta snúbla á sig á Viktor. Já. Safe champion og með gott veifklið, þannig að spurning hvort þeir sé að fara að reyna að taka Hypercarry. Spurning hvort þeir séum kannski Vayne frá Hyperactive með þessu. Já, spurning sko. Þannig að þá geta þeir, hvað, er Kog'Maw góður núna? Nei, ég held að Hyperactive spila ekkert Kog'Maw. Finnst það allan álega veit? Nei. Já, mér finnst mjög líklegt að taka Vayne, Sérstaklega þegar Lulu með er ekki Alistar. Ég myndi kannski sjá Kog'Maw ef það væri Lulu. Ef það væri með Lulu, en hún Já. er alltaf bönnuð. Nei. Já. Já, hann tekur, hvað, búinn að vera að spila Rek'Sai mjög mikið. Stóð sér vel, en það tókur náttúrulega líka Elise. Hann er Mó, en hann er búinn að vera að spila Elise bara í öllum leikinu sínum. Nei. Ég er allavega búinn að sjá hann eiginlega alltaf á Hann Elise, sko. búinn að spila þetta í nokkuð svona Gragas sko. Já, Gragas, ok. Já. Korki hjá Álfastinni. Það fáum við að sjá. Það verður gaman að sjá. Já. Þá vil ég kannski ekki endilega taka Jönnu. Er þetta ekki bara eiginlega fyrsta skipti sem við ekki séð hann á, þú veist, Jinx? Jinx? Jú, eða kannski spila hann Vayne kannski, einhvern veginn. Já. Já,
hann er búinn að spila Gragas en já, annars bara svolítið mikið Elise sko. Svolítið Nittali líka. Já, Nittil náttúrulega bennið. Svo náttúrulega Sivanu í síðasta leik, þannig að... Já. Er Rogueholic að fara taka smá comfort pick og taka Jace? Það væri gaman að sjá. Það fara bara svolítið í pókombið. Spurning hvort það reynir þá að taka einhvern long range svolítið carry. Nei. Eða Maokai. Það er Maokai. Disappointment aftur. Já. Það vilja sjá Rogueholic sína okkur Jace takta sko. Herru, það Kalista. Það er mjög öflugur champion. Já, og það er Maokai top, þannig að þetta er svolítið erum við fínt scaling í liðinu þeirra og nú náttúrulega þetta er örugglega kannski fyrsti leikurinn sem þeir í tölvutek eru að outscala gamestöðina. Já, þeir fengu ekki jinxið sko. Þannig að þá Ég er að segja þetta jinx-bann, það er að fara, þeir eru að fara að taka 3 leiki í röð núna sko. það getur Þeir eru verið. að fara að banna jinx og þeir eru að fara að taka 3 leiki í röð, ég held að það sé máli. En Elva náttúrulega hann mjög góður kortspilari. Og góður? Nei, takk, ég er góð. Og Halli ætla bara að fara aftur á tjörnuna. Ég ætla að fá Hann bara ætlar ekki stóru að skipta. Friendzoned again. Shit, hvað þú eru þessu gott. Bringon, Icy Demon og Tetis, easy win. Það verður að suggesta smá rostersaps í Tölvdeg Black, síns mér. Veit ekki með það? Og fáum við loksins að sjá tímóðinn. Nei, þetta er Brám. Þetta er bra. Þetta er Bráminn. Nei. Já, herðu það. Þannig að hann tekur ekki... Hann taka svolítið aggressíft botlane, Álfarsteinn og Halli. Og nú ætla ég loksins að sína hvað ég geta 2-2 í staðinn fyrir að spila bara farmlanið með Jinx og láta liðið sitt karri á vinna leiki. Algjörlega saman. Er alltaf bara taka fætin sem Hyperactive og Salsator er að bjóða upp á. Það verður gaman að sjá þetta botlane. Mjög skilinn þessi. Og þegar það hefur gerst, þá virðist eins og Salsator hefur bara verið að póna þá sko. Já, þá kemur Salsatorinn og bara og bara vinnur linnið sko. Já, gætum alveg sé það gera sko. Herru, erum að sjá góð buns? Er það B? Ó, það er B. Nup. Það er splæsi fínt ABC. ABC. Og það sem það segja er að stúta rap, öll og ABC. Já. Þetta er allt, kannski er þetta rosalega pólitískt, þetta er rosalega djúpt pólitískt, eitthvað svona áráður á ríkisstjórnum. Hlusta á mig. Sko, ABC, skóli. Þeir eru að tala um mennta, hvað það er lélegt sko. Hvað menntakerfið er lélegt. Það er það sem Það er rétt sko, ég þekki það mjög vel í geimstöðinu og þeir eru mjög pólitískir. Mér finnst þetta ekki ólíklegt hjá Jónu Vífli. Komum að krakka koma. Þetta er statement hjá geimstöðinu. Já. 45 sekúndur í fáum að sjá Summoners. Við skulum ekki tala um Summoners fyrir það. Nei. Það eru allir með teleport. Í báðum liðum. Eitthvað svona. Gamestöðin for President. Já, ég held að í þessum leik það var það botlane sem að fara að skipta gífurlega miklu máli hver vinnur á laning-phasinu. Algjörlega. Og ég held að TP-in sé að fara botlane, þetta er að fara að vera fókus líka væntanlega hjá junglerunum. Já. Ég held að það verður action á botlaneinu, það er. Ég vona það. Það verður. Ég held að Salsator sé að fara að karjana. Salsator, já, mér gruna það að Salsator sé að fara að setja Robba og bækja sér. Taka bara allt liðið á bækið. Já, bara allt liðið sko. Allt liðið sko, það er. Já. Desolol byrjar að spila eins og guð. Þeir tveir. Þeir eru að fara að taka þetta sko. Ég held það. Já. Hvað finnst ykkur á line-upið? Hver heldur að? Taka þetta í line-upinu? Já. Veit ekki. Bunnstokkarnar, óstöðandi.
getur náð geðveikum kombóm. Já. Ég held að þetta geti svingað mjög mikið í teamfightum. Þetta Ef sko, að ef Sarsator þeir nær ná- 5 manna kombói, Desulvalgar nær góð ulti, ef að Bunsi nær góð ulti Ég held líka að það skiptir mjög miklu máli í gamestöðinu að sjá Braum og Gnarrúlti sé að fara að skipta mjög miklu máli hversu vel er vanda því. Já, ég veit. En þú veist, Og ef ég þeir var ná positionu til þess á Viktor, hvort hann sé bara að ná góða bursti eða hvort hann Já. verður bara out of position og verður drifinn. Já, eins og ef þeir ná Ef að- sko ef Bunsi næra inn í sitt ultinu og þá getur Braum followað upp svo hratt og haldið stönnlákinu og geta náðu eitthvað. Og náttúrulega Viktor hendir sínu dæmdi sem inn. Þannig að, já. Já, ég meina eins og Viktor þar sem bara mjög mikið að passa sig út í að þeir eru bæði með, þú veist, Maokai sem náttúrulega bara, þú veist, bara klikk, rút og svo er Lís getur náttúrulega hitt sínu sitti og Sarsator. Þannig að hann að Lísons með bara þarf svolítið að passa sig. Þegar hann, þú veist, hann vill náttúrulega ná burstinu á high priority target. Já. En hann geti komið sér í klípu. Þannig að Smá að spama fyrr. Já. Það er einnig myndi í það. Ég er gífurlega spenntur. þetta verður rosalega. Þeir hljóta að taka einn leik. Ég held að Tölutex sé ekki Það er- bara að það er láta 4-0. þetta gerast. Það er 4-0, þeir hafa alveg átt góðan sens í alla leikina, sérstaklega síðasti leikurinn. Þannig að það er eins og þessi eigi alltaf svona, svona hægt og rólega, kannski. Líka kannski skoðum toppleilin matchupi, þá gæti náttúrulega Bunsi orðið svolítið split push threat af því að mér finnst ólíklegt að Maokai sé að fara að geta vonið vonnaðan leikinn. Þannig að Já, það ég gæti það reynda er- að bjúsa það svolítið. Já. Vonið vonbáns potentially á Gnar. Sýta bara á matinu. Ég vil ekki tjá mig um þessa spurningu. Ég er undir óð frá Putin sjálfum. Já, við Herru, við megum tala um Submarine Splash núna, ekki? Jú, Jú. þú hefur 5 sekundur. Ég finnst ekki ok, það er heal á bóðum millinu. Það er, Wow. þeir eru alltaf ekki að deyja. Nei, Það er þessi spennandi. trikkið nefnilega er að ekki deyja. Ég veit ekki hvort ég er sammála því. Og trikkið er að láta hinn feila á því missioni og gera þannig að drepa hinn. Já, það er satt, en skiptir engum alveg að maður deyja nokkur sinnum. Myndur við fyrir ekki, kannt þú eitthvað á með leik? Já, mér minnir nú að ég hafi komist í challenger afreynsandi 8 deaths í leik, þannig að 8 deaths í leik. já, eitthvað svoleiðis. Var bara haldið á þig, bara alla leiðina til challenge. Alla leiðina, Jöfnir. bara lendi í rétta liðinu, það er svona stýrst. Já, Bara í RNG god bara. Já, hvað er það að við skiptið verið Hearthstone? Nei, nákvæmlega. RNG var búið í LOL, dast niður og Já, svo bara það er þið svona chargea RNG í Hearthstone sko. Úf, ég veit ekki hvort við séum að vilja trenda þetta. Vítis. Já, rocknir í gang. Spilur hvað þau vilja gera, hvort þau vilja innveita. Þeir hafa ekkert verið að innveita. Þeir eru með Braum, geðveikt leifleitt. Já. Sjáum kannski hvort það verða action hana botside og þegar bæði liði vilja taka jungle camp og annar liði gæti reynt að fara eitthvað aggressíft. Gæti sér leitin við þið. En það er bæði liðin reyna að fá vision, komið veg fyrir þetta. Og Halli sér hana vortið, þannig að ég veit að hann hefði voru það. Svo er gott position hjá Rockaholic, sér þennan ingang, hinn ingangin á junglinu, komið veg fyrir allt svoleiðis. Spurning sko, já. Spurning hvort Robby og Sarsator ætla að reyna eitthvað. Einhver shenanigans. Já, sjáum líka kannski áhugavert að Bunsi hann byrjar á longswordi á Gnar, topp. Hann ætlar að, hann vil fá damage. Já, spurning hvort hann ætlaði að rossa í Hex-drengurinn. Gæti líka síðan að reyna að fara í early black cleaver. Já. Ég bara það sé. Sjáum bara hvað gerist. Sjáum hvað gerist. Já, ok. Já. Ég skal reyna að standa við það að vera hérna bara á músinni. Þetta kant.
Siggur ekki með glerur sko, þannig að þið verður ásakaði að hann eitthvað. Og Sosa var að gera hann hlut sem honum finnst ekki gaman að gera. Smæta kroppinn og taka svo blúið. Fílar hann það ekki? Og honum líkar þetta ekki. Nei. Ég held að Nimóa hefði gert það sama, eða ekki? Já, þetta Junglerandi verður að gera það. Já. Bottlane mennirnir eru frikir. Já, svona er Þeir vilja fá sitt. En þetta náttúrulega rétt fyrir botlaneinum að því að botlaneið það mikilvægt og level 2 sérstaklega að hefur svo mikið áhrif á leikinn. Kannski hvort við fáum að sjá bara örlíkið treytin hjá botlaneinu, hver nær örlega advantageinu. Sjáum hann að þeir eru komnir í level 2, Halli og Álasteinn, Halli nær góðu kúi. Hvernig hvort þeir reyni að gera eitthvað með þessu leveliti. Já. Álasteinn er þetta frekar aftarlega. Já, þeir verðast ekki þorað miklu sko. Nei. Þannig að ég held að við þurfum 1 mínútu viðbót Sassador og Hyper og nú erum við komin 2 þannig að það er þetta advantage sværi. Einmitt. Veiðið frekar í hann. Sjáum svo að junglerandi fara svona kannski að nálgast topplane bráðum. Eða allan að Elise tekur blúið. Spurning hvort þú reynir svo að taka gank topplane level 3. En Bunsi setur hann ekki niður vort á það. Er þetta ward þarna? Nei. Þetta myndi vera sapling held ég. Já, það finnst það. Sapp. Yes sir. Þá hún Rógaholic. Jú vest Rógaholic. Það er Fítaholic eins og hann er stundum kallar á tittsættinu. Það eru aftur konið í level 3 en hann Gates að þeir eru level 2. Hvað? Dinga level 3. Aðeins svo snemmi á Sartor en þeir eru ekki að ná að abjúsa þetta alveg að vel á Álasteinn. Ég vil sjá gott Kakún á Sósuna. En Sosa fer beint á Rógaholic. Hvað gerir Bunsi? Bunsi konið knús og þetta er mjög gott Rógaholic með double buffs og hann er sáttur núna. Bakkar teleporta, nei hann er teleportið þannig að hann hendur sér næðarleginu. Og aggressív á Legions, ætlar hann kannski að reyna að ná því leysin? Já, Legion, hann spilar virkilega aggressíft á línuna, hann leyfir fólki ekki bara að fara á sínu leini, hann lætur að hafa fyrir því. Nimó ætlar að reyna að gera eitthvað en stendur beint á vorti, þannig að Legions veit af þessu, Sosa sér hann líka, þannig að Sosa er að nálgast botlinni. Það tók eftir hann fór ekki í invitið. Já. Hann byrði bara kampið hérna, svo ég held að ég geti ekki náð neinu gangi þannig að botlane. Það hafði var að ná Hyperactive og Sassador, en þeir eru að ná góða stjórn á leininu, Hyperactive og Sassador. Það er svolítið Álasteinn svolítið tjönkar og flott kombo hjá honum, en Sosa kemur, náðu þeir að törna þessu. Hann volker í reyn, forsa flassi og ná stönn á Sassador, flott exhaust á Álasteinn. Flassar á heal. Hyperactive notar heali, en Hyperactive hann ætlar að törna þessu. Já, Álasteinn er búinn með mana. Forsar exhausti, Sassador fyrir á hann og náðu að klára Sassador. Þetta er level up. Level upi. Ná ég klára, ná stönnin á Sassador og Anna killa Hyperactive. Vel gert hérna með gamestöðin og svolítið aggressíft hjá hann að Sassador að fara aftur inn. Já, þeir ætluðu að 2v3 á það. Þeir ætluðu að... Þetta gæti verið dýrkeypt. Þetta gæti hafa verið mjög dýrkeypt sko. Já. Flott gankana hjá Sosunni, réttum maður á réttum stað. Verður þú ábráðið mann? Ég þekki ekki þennan Jigum sko, ég veit ekki. Jú, úrslitin, Grand Finals, þau eru núna. Og ganka á Legion sem ég held að er flott Gravity Field. Nær góð bombi, flott tjökk á hann, en hann er samt orðinn þannig að Legions getur verið safe þannig að spurning hvort Nimó reyni að fara aftur. Sem að Nimó hann er ennþá með flassi, þannig að hann gæti reyndi eitthvað. En, já, kemur hann aftan á. Ég er að fara til hans. Sjá, midlane, getur við séð midlane? Já, vissu það. Flott. Það er flass hjá, vel gert hjá Nimó. Já, mjög vel gert. Rógaholic! Þvílíkur maður! Hann er ekki sáttið með að vera kallað Fítaholic, hann er alltaf snúið sér við, komin í 2-0-0 í erfiðu matchupi fyrir Maokai. Kallinn. Þvílíkur maður, solo killa Bunsa. Það er ekki alltaf sem að geta sagt að það var gert það. Ég vil sjá þetta aftur, eiginlega bara... Já, ég var til að sjá það. Sjáum hann poppar ulti og hann hoppar. Og ég árum minn aftur, það er bóðlega 5. Rógaholic dinga 6, Gnarr líka, hann fer bara beint á hann.
Og hann er að stoppa hoppið Yep. frábælega gert í Rockaholic. Og hann er að drepa rétt að hann fyrir megagnar. Hitti kúlu. Þvílík spilin í Rockaholic. Þetta er rosalegt. Hann ætlar að láta Bunsa hafa fyrir þessu leini. Þá eru bæði killinn og gullmunurinn. Þetta er bara hnífjöfn. Já, nema tekur hér eftir Pínkvörði. Pínkvörðinum Og Sósa kemur á hann, þeir fara á hann. Og það er típi hjá Rockaholic, nær rúttinu á Halla. En Viktor kemur og Desu kemur nefndar líka. Já, erum við Við erum aðeins að hérna Koma okkur í koma okkur á réttan nútímann. stað í, já, mikið rétt. Nútímann mínus 3 Hann mínútur. varði ekkert út úr þessu. Sjáum að hnífja 0,2k auka gull. En það sem þeir hafa yfir þá í geimstöðinu er að gull í þeirra er bottolinni á meðan toppin er Einmitt sem að hefur eiginlega verið öfugt hingað til sko. Því að Já. Bunsi hefur yfirleitt verið Það er að hackberja fólk en þeir í það er Rockaholic. Salsator og Hyperactive hafa verið að vinna leinin sín. Nú erum við með mun sterkara early-game Já, það botling er hjá rétt sko, það er algjörlega rétt. Álfasteini. Þeir eru ekki lengur með þetta Jinx leini. Þeir ætlar að stinga 2-man baran hérna, eða 3-man. Álfasteini komur að drega, það getur ekki oft. Ég vil að vera að drega bara botlininu en Já. Vorti yfir og að mér sýnst þeir alltaf taka fyrsta drega leiksins Já. og ekki fyrir mikið. Nei. Það var frekar frýr dregi. Flott lastið hjá Red Buffinu. Já. Eitthvað var það ekki. Og nú er Rockaholic með kontról á leinunni. Já. Nú, ég held að hann taki all-innið á Bunsa, ef hann nærði. Sérstaklega næra að stoppa hoppið. Já, ef hann nærði þessu kú, en hann þarf að tæmynda mid-jump og þetta er reitt. Sjáum hann ætlar að reyna á tjóð þá, en hann poppar út í Já, henni bara en Bunsi pússið er rétt út úr reynsi. Þannig að hann tekur við. Það er að pússa þessu. Skoðum aðeins iteminn á bollinu og að sjáum að Álfasteinn, hann er komið með sýnið og hann er komið með longsword og rúbgrisla. Þannig að hann er sterkur núna. Það er spurning hvort þeir reyna að fara núna aggrið, sérstaklega með level 6 powerspike. Jú, Þeir eru nákvæmlega. Sýnbrok sem hann er bara með buildsoti sem er ekki það sterkur á leini. Hann vill frekar vera með BF-sortið hann Robby, en hefur ekki haft gullið fyrir það. Nei. Sjá, það eru frekar passíðir náttúrulega. Sjáum að báðir supportarnir er level 5. Þannig að ég held að, ok, Sarsator er komið með það, örugglega stutt í það hjá Halla. Og já, hann er komið 6 línir, þannig að nú vil ég fara að sjá aksjónu hérna. Ég held að þetta Hyperactive vilja örugglega frekar reyna að ná svona litlum engageum. Hann hefur Já, hann náttúrulega hefur talsett lifestealið. betra, hann hefur lifestealið með 4 pots og heali frá Salsator. Þannig að hann getur notað ef þeir ná einhverjum svona löngu eða svona stuttum engageum. Þar sem hann getur regenað inn á milli. Ég sá hann að Rockety, hann er hræddur á Allstate við Sarsator. Sjáum positioni hjá Sarsatori, hann er aggressíður og er alltaf að hóta kombóinu á Allstein. Var hann að koma hann var að koma, þeir svita af honum. Sá það í vortið? Já, þeir sá hann. Og- En Og Nemo býður, fer að Halla, Fara að Halla. nokkar hann upp, Getur hann kúflasja hoppað tilbaka? Sarsator. En Halli svarar með ulti, Sósa er kominn. hoppar upp í loftið. Og Halli þrýbakar á honum. Og vel gert til Sarsator, en þeir ná þessu, Halli er rétt svo ekki döður og flott nokkuð upp hjá honum. Og Sarsator! Þvílíkt play hjá honum. Næra nokkuð tilbaka og ná 1 fyrir 1. Sarsator! hann Þvílíkur maður. hefði reyndar dáið út af Desolol últíðinu sko. En Ég ætla að segja að Sarsator hafi Sarsator, þetta er ráttið það sem við byggjum við, hann setur Robba að baka sér Já, með já. frábærum place. Sarsator sko, hann ætlar ekki að vera benchaður. Það er klart mál. þessi litla líkur á því. Nei, ekki eftir þessa leiki. Sarsator á skila sínu. Sjáum Lee Jones, aggressive position á Já. millinu. Sjáum það mjög mikið hjá honum. Næ, hérna, últar hann, næ laser. Mjög gott chunk hjá honum og sónar þessu á leininu. Já, Desolol hefur nú reyndar náða að halda Já, hann síðan er- bara mjög even. Mjög vel gert þetta LOL, hann er að halda í erfiða leini og er 5 CS yfir. Já, nákvæmlega. Hann er Hann er eins og að búið með mana. 6, hann er
Já, Blúböðu var að renna út hjá Deslor en hann er samt með challenge, þannig að hann er með eitthvað regen. Sjáum hann Mói er á það millininu. Vill ná að gera eitthvað. Sömmunarspilinu Legion sem er bæði flossa Brámið byrjar að labba. Þeir sjá hann á vortinu hann en það er alveg að renna út. Hvernig er staðan á turnunum bátan? Er hann að fara að falla núna? Nei, Þeir eru að bakka líka. Hann er líklegast með í curvebow, hann Robby. Ákvæmlega búið með mana. Hún er að fara og Bunsi að snúa leiðin við en það er tippi hjá Rockaholic. En spurning, hvað er frekar langt í dregana? Hann byrjaði líka hann að Righteous Glory. Já, Það er sem frekar crazy. Já, mjög early. Hann vill fá múminsfið til að geta chasea knarinn svo til að koma í veg fyrir kæti. Það vil kannski nefnitt ná að Righteous Glory og tvöfaldaba á Legions með bra. Já, Þá fær nær Desolor kannski öruggum sprengjum á hann og Sassador getur follow up. Þannig að það verður mikilvægt að þetta fá múminsfið í sérstaklega botfightinu sem er líklega að gera. Það er 1,5 mynd í drega. Já, ég er bara einmitt í dregabardaganum, þú veist, þá bara Righteous Glory, hann hoppar inn, næra tvöfaldaba fær Legions með bra og ná bara slökk á honum, þegar hann er líklegast setja hann ekki á okkur pening núna? Hann er mættur bátan. Flott ulti hjá Halla, nær honum. Og 1 mynd í drega. Mikilvægt kill, nú geta þið náð ward-kontrollinu á dreganum. Púsa veif hérna og hann missir stórt veif. Hyperactive er ekki sáttur með þetta. Þetta er brútal. Svona svolítið frá sko. Þetta... Spurning hvort þið vilja leyfa sér degja hana. Ég er alltaf að reyna að deny sem mestir. Gott sjönd af þessu en hann er automanna. Nær annari bombu. Alltaf nær allan XP-nu þannig að það fyrir hann ekki til einskis. Já. Sjáum að nú er hann komið með... Þetta er svo mikið. Þetta er rosalegt. Ég kannski vilja sjá það bíða aðeins með að drepa turnin. Kannski deny að robba aðeins meira. Eitt sé skiptir kannski ekki öllu máli. En litlu Þeir vilja vera komnir tilbaka fyrir dregan líka. Já, það er sjáum 14 sekundur í dregan. Teleportin upp. Nei, Rockaholic er ekki með teleport, það með Bunsi með teleport. Þannig að Rockaholic þarf að múa niður og Bunsi getur fengið feet push top. Þannig að ég geta reynt að delaya fightinum þegar í... Nei, Bunsi eldi bara. Þeir ætla bara teamfighta með dregan. Sosa fyrir hérna á Nimmo og hann er 2 leðunum yfir. Hann Rockaholic mætir einn. Desu. Og hann er búinn með mana líka. Hann er með bláa. Já, heal hjá Desulol, hann vil ekki að Rockaholic degi. Ekki svona, ekki það dreiginu uppi. Bunsi kom inn, hoppar hérna. Fallegt double jump og þeir eru búin að zóna á. Bunsi ætlar hann að zóna aðeins frá dreigunum og þeir fara á bursta niður dreigun núna og með síns þeir gefið þetta. Já, ég vilst gefa þetta. Flottur og þetta er annað dreiginn. Þeir eru svolítið að færa snæru sem 3. drega sem er mjög mikilvægur. Sjáum að hann er góð með Black Cleaver hann Bunsi með langsóttinu. Einmitt. Skemmtilegt, sjá það. Já, lítur hann yfir mig. Já, alltaf þú hafði rétt. Takk fyrir. Leysinn, hann er byrjað að gera damage núna hjá Viktor. Þú sjáum þetta bara Bunsi að flýta og því hann byrði ekki hægt. Já, nákvæmlega. Rólegt núna. Komum með 2K Cold Lead. Já. Getur kannski séð aðeins hvað gullið liggur? Það... Gullmunur, það er mikið gullmunur á supportinu, það er kannski... Já, líka junglunum, það er hérna 1,3K. Já, það Sosa er 20 CS á undan og með 2 kills. Já, með 2 kills. Sosa er góðleik, en sjáum CS munum millegin, hann er með 30 CS yfir hann, Desulol. Það er erfitt að hann ægja 6-inu farminu. Já. Og góðleik fyrir hann að Bunsa, en það verður ekkert út úr þessu. Bunsi nær að rítali þetta. Já, hann er... Já, hann nær 3. autotakin eða nær þessu tsenki. Ætlaðir að dæfa þetta. Djöðlur eru klikkað. Þetta er flott dæf hjá þeim, fara stönnið á DSU sko. Átti ekki séns. Sosa deyr. Sosa deyr. Stæð fyrir hann. Sosa þann ultið inn í Mói. Nei, geta ekki dreifið Sosa ultið, fara hann í Mói. Ná 2 kills, 2 fyrir 1 og ná væntalega turtinu með. En sjáum að Hyperactive, hann er botlane að pussa.
Hann lítur að taka þetta. Já, þannig að þeir treyta einum turnin fyrir einu og það er græðið 1 kill Já. á þessu geimstöðin. Ég komið með, já, ég er ennþá í þessum 2K gullminni. Sjáum hana Rogueholic með meira gull heldur en Bunsi. Tök sér þessum 2 kills. Þannig að já, virkilega góðan leik. Spurning hvort hann nái að skila þessu inn í teamfightana. Já. Og hvað, er Bunsi? Nei, hann búið bara út í, kemur yfir fyrir Davíð. Sósa með Red Buff uppi, hann er ekki ennþá farin að vilja gefa álfasteinu það. Hann vill að fyrir sjálfum sig. Hann er að karri þetta. Já, hann er karriðin í liðinu, þess vegna þar er hann Red Buffið. Þeir vilja fá hann aftur. En hann er mói. Já, hann er svolítið að fara illa minnum mói í þessum leikjum. Synga hann svolítið út og reyna að ná pix á hann. Já. En TP kemur. TP kemur, þeir halda tjörninum, ná hann að pinkkorti á topplinni. Svolítið margir í kring með topplinni, spurning hvernig staðan á blue buffinu, hvenær kemur það? Það er góð spurning. Sósa hann að aggressífur á Desulol, hann lætur finna fyrir sér í þessum leik. Já. Hann er að hafa mikið áhrif á annan leik. Búinn að Hann vera, er bara verið að eiga gott mót, sko. hann er náttúrulega, já, talinn besti jungler Íslands af mörgum, eða kannski næst besti eftir Hausleysi. Hausleysi náttúrulega gífurlega góður jungler. Halli low, en Lee Jones kemur hana í aðstofuna. Álfasteinn hann á toppinn á turninum, eru að reyna að dæfa hann topp, Rogueholic. Það er svo mikið líka armor piercing með bæði Armor Bunsa piercing, sko, já, Black Cleaverinn náttúrulega. og En, gott six ulti, þeir fara á hann. Sassoto var vantarlega engaged þetta sem við mistum á. Sassoto er að make a play-in fyrir Tölutech Black. þeir hljóta að reyna að fá allan að turreti. Já, fá þetta mjög vel gert hjá þeim að abjúsa það. Ó, Hyperactive fyrir flassar þarna inn með bleitina nær killinu. Vel gert hjá honum. Þeir ætla ekki að gera þetta. Nei, þeir er alltaf að berjast fyrir lífi sínu í þessu móti. Já. Þeir ætla ekki að fara 3-0 út á móti tímstöðinni. Það er ekki í boði fyrir þá. Nei. Ekki í boði. Já, þetta er kannski Sosa sér þriðið besti, það sem Diddy er náttúrulega líka mjög góð jungler eins og chatið bendur okkur á. En það, chatið má deila með þetta, ég ætla að halda með við leikinn. Herri, sjáum að builda hextringurinn, hann hefur verið að heyra í kastarinnum. Já, Já, núna fer þetta að gera, sko. núna fyrir að gera þetta. Hann builda hann fyrst, þannig kannski sloppið við þetta fýta líkinn. Gátti ég hjá honum alveg í mólum. Já, nákvæmlega. Herri, hann er komið með, sjáum svolítið defensive build hjá Viktor, hann er með Abyssalinn. Já. Ekki alveg nenni þessu póki hjá Já, Desu. það er líka alveg að passa sig, sko, þú veist, út að þeir hafa þetta Righteous Glory yfir í hérna, Já, bara þeir mikið lockdown, sko, Já, þeir getur líka. bara algjörlega, þú veist, bara, ef að hérna Maokai bara hleypur í hann og hérna tvölda var hann, sko. Og það er náttúrulega líka triple AP. Já, Það er nákvæmlega. náttúrulega Lee sem er mjög háan magic damage skada. Já, já. Sérstaklega eftir breytingarnar á spætilinginu. Og það er líka bara mjög erfitt að hérna, fá ekkert magic damage, sérstaklega á móti þitt, þú veist, Já. Six, þú veist, hann hendur últíðinu og þú veist, þú ert ekkert að fara að geta sloppið burtu frá því, þannig að það er eiginlega bara svona guaranteed magic damage sem þú ert alltaf að fara að fá á þig. Og svo aukalega allt annað. Þannig að það er, Þannig að mér sýnist taktingin þeirra alltaf að vera bara locket á þannig. Þannig að þeir eru að builda mikið magic og ætla svo bara að targeta Hyperactive niður í fætinum, drepa hann og þá er þeir ekki með damage út af magic-resistinu. já, já. Þannig að það ætla að reyna að spila teamfandur svolítið svolítið. Righteous Glory poppa frá Rogueholic, þeir fara á Legions. Þeir Tvöfalda vilja bensin. fá hann, þeir vilja drepa hann. Og Halli Og með þarna er útbyrjun hann sóan og en Náðu að Elvar klára hann. er þarna í bakkanum náðu ekki að klára hann. þeir náðu ekki að klára hann en Sassoto með frábær pulveris. Ég held að það sé En það er ekki nóg. Álfasteinn, Volker er óla Hyperactive, sýnir honum hver er maðurinn. Þvílíkt fallega gert í Álfar en Sassoto með aftur með nokkuð. En þeir ná að klára þetta. Vá. Fallega gert hjá Legions, Ég nægir að reyndi lifa öllu af til þess að þarna. reyna að drepa hann. Abyssalinn, hélt lífinu í honum. Alveg poppið. Vel gert hjá honum. Flott item choice. Má sjá, hvað sjá hérna.
Doritos. Doritos replay í gangi. Já. Já, hvað er tvöld á því á Legions? Hvernig notar hann það? Það er flott ulti á Halla, stönnar á Desu. Hvernig deyr hann ekki? Þarna tvöld á fara hann. Nei. Veitu, hvar notaði Desu ulti í sig? Hann útlaði þetta ofan á. Ha, nei. Já, hann últaði á hann, já, Legions. ok, hann byrjaði á því. En hann hitti svo ekki restinni. Já, hann fara hann í hennar. Frábælega getur Salsastor og Hyperaktið þannig að hann reynir að kæta en flott stönn hjá Halla. Og svo... Það var eiginlega bara, einmitt. Hyperaktið var bara komin eiginlega bara á einhvern stað sem hann hefði kannski viljað að vera á, sko. Já, hann mátti ekki fá þetta stönn, autotak eða Q frá bróminum af því að þá gæti hann ekki náð kætinu. Það fekk hann stönni á sig. Og það hefði getað verið aðeins öðruvísi, en vel gæti Halla að ná stönninni inn. Þannig að það er 4K goldminur, næstum 5. 5 kills yfir og þriðji baronin kominn til geimstöðurinnar. Þriðji trygginn. Og Álfasteinn. Þetta var í svona langt eftir á. Já. Já. Bunsi ekki í forminu sínu. Álfasteinn nær að drepa Salsastor en þeir treyta. Nimói, það passa sig. Flott ykkur Kúni og með Kúni Desu það hittir ekki alveg. En Desu er fann að gera mikinn skaða, byrjar að póka. Hyperaktiv mætir. Törnum svo á sósuna, takir það niður, sósa getur ekki flúið. Róka hálfleikir að ná að Hann halda sér rétt lífi hérna. Nimói, vel skipti hann Nimói. Hann er búinn með hana. Og hann lifir flott. Róka hálfleik nær 12 af hann Álfasteinn en sósan er að snæpa hann hana. Baron! Hann klárar Veitu, ha? MVP. Hver réðst á Baron? Hvað gerðist til það? Er Sunfire eða Aggro-an? Oh my god. Oh my god. Þetta er brútal. Það er flottu tímfætt hana hjá Tölundur Black. Við sjáum Álfasteinn 508 á Korki, sýnir hver er besti attackari í Íslands hérna. Þetta er komið með Bleiti, komið með Triforce, hann er virkilega sterkur núna. Þeir þurfa að passa sig á honum. Já, heldur betur. Sjáum hérna líka Bunsi, hann er að fara í Mercury tötana. Fá smá CC reduction og Magic Resist til að reyna að fá frelsið til að gera sitt. Hvað er hann langt í næsta drega? Það er örugglega smá gimmi. Smá tími, sko. Sjáum hann að klára Lidspinni Victor, þá var hann komið með mjög hot burst. Hvað, midturnin ennþá uppi hjá geimstöðinni? Nei, þeir tók hann aðan. Þannig að allir áttitarar eru farin úti, þannig að það er svolítið erfitt að ná næsta objektifi, en þannig að spurninga er reynir bara að bíða eftir næsta dreka, alltaf þessi rólegir. Já. Sjáum að Bunsi, hann er ekki að fara í splitbúsi eins og við vorum kannski að búast fyrir leikinn. Hann er að spila með liðinu, þeir eru alltaf að fara í teamfightana. Já. Ég er svo að ná mjög góðu farmi í þessum leik, 115. Og hann er komið með Lutensið og er að fara að builda Deathcat, þannig að það fer að vera erfitt að díla við Póki hans fyrir geimstöðina. Sjáum, hann er komið með Lidspin núna, Viktor, þannig að hann fer að bursta smá. Sosa gefur Legions blue buff, þetta er team player. Svo það þarf að passa sig. Ótti í beiraganum. Já. Svona hann tilbaka, góður supportið sinn fyrir honum. Desulú. Álfasteinn hoppar á Desulú. Fáum TP-ið. TP aftan frá Rókahólleik, en flott túrútt af fjá honum. En hvað, Sosa er komin inn, aðeins svo framalega. Ekki aðeins, eiginlega bara alltaf. Við skulum vera góðir við Sosi. Við fyrirgeðum.
Eitthvað smá misklingur í gangi í liðinu. Spurning hvort ég geta fengið einhvern veginn þessu dreikinsbónar eftir 50 sekundur en svo Saltveig er komin alveg fyrir það, Þeir fyrir eru þann tíma. náttúrulega með Viktor Veifli, þannig að ég held að þessi ekki að ná þessu turni. Nei. Og eru ekki nógu sterkir til að byrja ballinu, þannig að hvort það er einnig bara ná einhverjum vordum, setja pressu á það. Já, Sjá þeir þurfa ma- að fara að klína þetta word control sem að þeir í geimstöðinu eru með. Já. Með 2 pinkkorta sem þeir þurfa að reyna að taka. Sjáum líka að topplinni veifið þar er orðið frekar stórt, þannig að Rogueholic þarf að bakka, en hann er með, og hann er ekki með TP og 27 ítreka, þannig að hann þarf að gefa þetta veif. Og þetta er sárt fyrir að það þurfa að horfa upp á þetta. Já, algjörlega. Sjáum mjög stórt veif hana. Topside. Er í geimstöðinni góður stöðu fyrir hann að drega, með gott songkontroll. Bunsi eitthvað hann fyrir aftan. Sjáum að Viktor er ekki góður í stöðu. Nei, byrjuðu ekki. Ó, Bunsi! flassar á... Vá! Þetta var rosalega. Nemo fer á Lítið Legions, bra. hann getur ekki bara í banna út af Þessu hittir ekki. Ó, fallega gert hjá Legions, drepu Dislol og meðan er álfastirna klínir brestina tímfættunum og þeir fá 4. drekan. Nei, heyrðu, þeir ætla að fara Baron. Þetta er púsum mitt. Hvað ætlar að gera? Það er Bunsi segir Baron og liðið fylgir. Nei, heyrðu, þeir ætla að... Bara Bara bæði betra. Bæði? Bara bæði betra. Why not both? Vá, þetta flass. Spurning hvort þeir séu of greedy hérna, þeir náðu klár... Nei, þeir eru með damage-in, Bunsi með fínt damage, með % damage eða Baron. Nei, þeir náðu að klára þetta. Flott shotgoal hana hjá þeim að taka bæði. En núna eru þeir komin með gott lít, 6k gold lít, 4 drekar, 1 Baron. Þetta er erfitt fyrir Töludeck. Já. Svo gífurlega öflugur í þessum leik. Og náttúrulega sjáum Álfastein. Hann er orðinn þreyttur á að láta liðið sitt karja sig og nú tekur hann þetta bara á sig. Já, 7-0-10, já. gera gífurlegan damage. Komin level 15. Hann er ekki bara one trick pony á Jinx. Hann er ekki one-trick pony, sýnur okkur það. Já, já. Sýnir dátur það. Biti, shit í casters. Æi, Svona er þetta. þetta með þér. Við verðum bara að reyna að taka þetta ekki inn á okkur. Já, við reynum. Uh, Við erum líka heimskir Íslendingar. og ok, það komið smá pási í leikinn. Já, það er eitthvað kannski DDoS í gangi hjá Töludeck Blackhorn svolítið desperate, en veit ekki. Við myndum náttúrulega Settu saman einhverja 20 tölur til þess að DDoS-a. það er náttúrulega ég er allir að vinna hjá tölvufyrirtækjum eða kunna tölvurnar, vita hvernig á að gera það. Sjáum að Rogueholic, hann er komið með fann að builda Kindle Geminu One of Frozen Heart, þannig að hann er að nálgast 40% kúlafæksins sem þýðir að hann getur tvöfaldað mjög oft í teamfights, ná CC-inu. Já. Það sem við sjáum líka er að það er bara annað liðið sem er með Ice og það liðið er að vinna. Sem er með Aegis. Aegis. Aegis of the Legion, já. Það er Garðar, hann tekur þetta fyrir liðið sitt, buildar lockið fyrir liðið. Hann veit hvað er besta itemið í leiknum og þannig vinnum að leiki. Já. Sjáum að Nemo, ég er ekki búinn að sjá hann vera að builda lockið mikið í þessum leikum. Það er yfirleitt Sassuta sem buildar hann og þá mjög seint og þetta er, hún veist að vera að hafa svolítið áhrif á Töludeck Black. Já, sérstaklega bara með, þú veist, með Korki og, þú veist, Viktor. Það er svo gott. Þannig að, Nefnilega early og mid. já, algjörlega, Hvað lérugast leit. Já, nákvæmlega, þetta er náttúrulega bara flatt. Þetta er, þannig að þar er það að gera mest. Það eru gróðar ásakað þeirna. Herðu. Svona er þetta. Já, enn einn pása. Æsi spennandi. Það er eitthvað. Spennandi hvort við getum séð eitthvað. Já, Hvað er það að segja? Get ég einhvern veginn. Hún kann ekki nógu vel að spectatorinn. Þú getur kannski disablað frame, þetta hérna, target frame. Target frame. Svona. Já, hann er að lock camera buggi sem var að hafa. Það er svo Frábært. fárulega pyrrandi. Það er, Og ég elska þegar fólk segir
bara kveiktu, slöktu á locked camera. Það bara, Ítið á Upsilon. ég hef alveg spilað leik áður. Þú hefur leyst vandamálið. Nei. Það eru hlust að hafa virkar stundum að halda músin á mínimappinu á fyrra stundum. Gott trikk líka fyrir það sem er heima og lendi í þessu baki. Halda músin á, Mínimappinu, wow. Það veist ég ekki. trikkin. Hann ætla bara að reistra það. Þá verður þið með bara peffið. Það er að reyna að ná pushinu hérna topplane með nota það. Já, það verður að byrja í mikið chatinu, spurning hvort teamstegin vil liða það. Þessi dull lítur frá þegar. Já, og Sosa hann að fer inn, bara hleypur inn. fer á bara Sarsador, alveg saman úti og Frábært fallegt úti á Bunsa. Sarsador, hann hendur hann inn í á Rogoholic, hoppar og skoppar. Hyperactive er samt ennþá á lífi. Hann er ennþá á lífi. En Álfasteinn, ég held að maður gerir bara meira damage en Hyperactive. En hann er enda low, Deslol ná góðu damage, en hann er bara of 1 á móti framalega. 4. 1 á móti 4, Deslol, ekki einu sinni hann getur það. Nei, þetta var mjög skrítið sko. Og það ætlar að, fallegu leysur og ég held ég klára þetta núna. Þetta lítur að vera búið. Gamestöðin að vinna háveringina, herru, Nimmo, sjáum hvað hann gerir, hann geti gert eitthvað. Hann tekur þetta. Nimmo ætlar að henda liðin á bakið og, Nei, þeir bara svöra. hann surrender vot. Ég trúði að Nimmo en þeir liði gerða ekki hann ekki. Þetta var rosalegt. Gamestöðin að sína frábæra spilamennsku. Og sérstaklega Álfasteinn, besta aðtekari Íslands, sína takta. 8-0-12 á Korki. Sína þeim að þetta skiptir engum máli hvað er banna á mótum. Bannið Jinxes að vilja og tekna bara Korki. Já. Það sjá. Við getum skoða hér tölfræði. Gaman að sjá damage-ið. Já. Það er uppáhaldið mitt. Þurfum við ekki að fá svona, getum við ekki séð hérna. Nei, Jú. Við getum gert eitthvað. Við getum gert það. Sjá til. Þannig að fólk haldi nú ekki að við séum að ljúga. Svona, já, frábært svona. Glæsilegt. Jafnvel gerum við bara hér. Og svona. Þetta má ekki glemast. Beautiful. Frábært. Og gert á 0,1. Og damage deltu champion, stóra spurningin. Og það Það er er sick. Desulol með fyrsta sem að býst yfir við frá Puck champion en Nákvæmlega. Álfasteinn með mjög meira damage en það er bara aktiv. Já, talsveit með það. Talsveit meira. Enda líka póktjafin. Það þurfum við að láta það taka fram. Það er ok, endur Korki í Puck champion. Þannig að. Sjá líka Bunsi og Rogoholic með mjög svipað damage. Þátt vera kannski knarður aðeins meira damage champion. Rogoholic enda spila hann mjög vel í þessum leik með hann að solo-killa Bunsa. Algjörlega, hann átti alveg bara helviti fínan leik sko. Það Það var eiginlega bara mitt, það var eiginlega bottom laneið sem að vann þeir í Álfasteinn og Halli sem að eiginlega tóku Já, þetta. Sosa náttúrulega með mjög góða press á botlinuna. Ótrúlega góðan leik, hann átti einstaklega góðan leik. Já, þetta var team to heavy fyrir Rogoholic. Já. Eins og alltaf. Eins og alltaf. Þetta er ströggl á topplinuna að ná að karja leiki. Já, þetta er erfitt. Sérstaklega botlinu tapar. Já, lítið þetta gerir því. En það voru svo margir bardagar sem voru Þetta voru close. þessum að bardagarnir voru bara upp á einhver 50 HP eða Já, eitthvað, þetta er svona það sem að geta close 3-0. Já, í rauninni sko. Og þetta var eiginlega 5-0. En þetta var allt samtalið frekar close sko. Já. Þannig að. Nei, hvað? En Bunsi átti líka frábæran leik, átti glæslegt flash hopp Já, út í flash þarna. hoppið þarna í endan. Flott það inn í var- setin ná að og svo Það er Halli líka með mjög góð ult í þessum leik með brámoltið. Já, það er eiginlega svona sílaði dílið sko. Já. Þannig að. Það er ekki hægt. Ekki nú verið. Ég er
þetta Kári Orrason? Nei, þetta er ekki Kári Orrason. Því miður. Það er hérna komin hérna mat. Já, það sé ekki mikið að segja þetta. Já, bara áskum geimstöðinu til hamingju með frækinn sigur. Ég held að sé hérna meira að segja, ég held að verður verðluna afhending. Það er bara núna eða bráði með eitthvað. Kannski er hún á sama tíma á CS. Og CS voru þeir ekki að tala um að þeir þurftu að vera eitthvað frammettir eða. Jú, þannig að spurning hvort, annarkvort verður þetta þá seint í kvöld eða núna. Algjörlega. Nákvæmlega. Einmitt, gott. Heyrðu, Skemmtilegt ég- annars, já, ég- Við hefðum þetta viljað sjá Tölvtök Black Tacket leik. Fá þetta aðeins leikur. Já, Geimstöðin, too good. bara tókut. Maður hélt að það væri enginn sem að geti tekið þá í Tölvtek Black en þeir voru bara tænir. 5-0. Þeir voru ósammála því, Sosa Bara- Ólafstík. Já, þeir bara sópuðum í rusli. Svo opnaði mér þessi. Þannig að Tölvtök, já, ég... Nei, segjum, sleppum þessi. Já. Já. Ég ætla að bara þakka fyrir mig og hérna ætla bara leiðilegt að ná bara síðasta deginn. Svona er þetta. Það er alveg svirði, Já, gott að fá þig. já. Að fá hérna Guð Tess til þess að koma hérna og kasta niður okkur. Það er mikið fyrir okkur. Og auðvitað þakka honum sem var hérna allan tíman sem er þetta færi núna. Já, Sölvi. Sölvi. Ég held að sé að keyra norður eða eitthvað núna. Jöp, visti farið sitt suður og Já, tók svo bara shoutout flug í fyrir Við North tókum Korean enough Yes, hérna sir. sem gæti ekki mætt á áhengin. Já. Að mörgum talinu vera top 3 rætti karri í Íslands en við fengum ekki að sjá hann því miður. Það er bara... Það voru, Maður þarf að það mæta. voru tár í, föstudaginn þegar menn komist að því að Addi var ekki að sæðinni. Maður þarf að mæta og sína sig. Já. Það þýr ekki bara... En hann lofaði næsti áhengur, þá mætir hann. Já, Og Það við var ætlum næst. að láta hann standa við það lofar. það er gott. Oh. Frábært að enda þetta á hryllilegu pönni. Þetta var ræðilegt fun. En já, við allavega Já. kveðjum í bili. Takk fyrir. Takk fyrir.
It's all I wanna do. Believe it's all I wanna believe it's all I wanna do. Believe it's all I wanna do. Believe it's all I wanna do. Do you believe that dreams they can come true? Will you accept the apology that is long overdue? Well, I question what forever is, and I know you do too. When the answer's right in front of me, believe it's all I wanna do. You not trust you not to break. Students to I know you not trust you not to break. Students to I